23. maí og þeir sem þekkja vel til Hjöppa og hafa fylgst með honum í gegnum tíðina vita að hann mættur. Þetta lagið hans. Þetta þema sem hann hendi í þegar hann var ungur strákur. Það hefur notað mikið síðan. Guð hjálpa okkur, það virkaði. Ímyndið ykkur 15 ára strák sem strax orðinn 1:90. Þetta lag undir, hann með ljósa lokka og markmannshanska og lappar inn í sitt eigið afmæli. Hann ekki lappinn í afmæli núna en hann sestur hérna hjá mér. Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Það gæði hérlega fyrir. Þetta var fallega kynntur hann. Já, til hamingju með þemalagið þitt. Það gæði fyrir það. Þetta, þú vilt hafa þetta alla 5. dag. Já, ég vil eitthvað svona þú leggst þér að þú varst gutti. Já. En þetta eldist vel hjá þér. Ég voru að gefa þér það. Já, mér finnst það. Mér finnst alltaf ganga okkurlega. Já, það var eftir að nota þetta bara í bíómynd. Já. Þetta það gott. Ég var að viðurkenna. En eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá var FM 95 Blöð farinn af stað þennan 5. daginn og 5. dagur í gangi og það hresleiki við Hjöppi, eins og Hjöppi kallar þetta 5. dagana Thirsty Thursdays. Já. Svona fyrstur 5. dagur. Já, það alltaf stemming á 5. dagum. Já, það er mín dagar. Já, þú heimtaði líka 5. dagana þegar þú var að byrja með FM 95 Blöð. Ég viðurkenna það. Já, þið líður best á 5. dagum. Er það af því að finnst þér helgin vera komin of langt aðna á föstudegi? Já, það er eitthvað. Þú veist, og líka 5. dagarnir henda mig vel. Þú snemma. Já. Ég svona maður, ég vil að djammi hætti snemma. Já, ég var brjálaður þegar það var loka, ekki lokaður til 3. Já, þú vildir bara eða lokaður til 3. Þá var ég game over. Já. Þú sérði aldrei Hafliða svona eitthvað rámandi kl. 6 morgun. Nei, hann farin heim kl. 3. Ég líka það heppin, ég fengi að ferðast með Hafliða sinni. Og, dagdrykkjumaður orð sem kemur upp í hugan. Já. Það kemur að utanlandsferðum. Því að þú ert eins og segir, ekki það alls ekki slemt. Ég ekki að tala um það, þú liggir ofurölvi ofan í einhverju sundlaugagarði, sko. Jú, það kemur fyrir. Þetta en þú vilt frekar svona vera sundleið í daginn heldur en að fara party at night. Já, mér finnst vera meiri hættur á kotin. Ég kann vel við mig í dagstjósinu. Já, bara í örygginu. Já. Með börnunum og fjölskyldunum. Já. Það líka léttara fyrir að gefa af þér þá. Já. Getur talað við fólk. Getur maður að gefa af sér, sko. Þetta snýst það. Það nummer 1, 2 og 3 í þessu lífi, það að gefa af sér. En við erum með frábæran þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustunina með góðum þætti. Hann kemur til okkar, hann Andri Freyr, eða Andri á Flandri. Kemur til okkar hér eftir. Hann kom nú til okkar daginn en hann með nýja þátt í kvöld, Andraland. Já. Að byrja aftur á RÚV, þannig að við ætlum að ræða hans við hann og henda honum í eitthvað símarekk og eitthvað. Hann alltaf mjög fyndinn. Sá hæfilegar ekki drengur. Já, ég sveimi þá, ég held að hann sé minn uppáhalds útvarpsmaður, þó hann sé nú ekki að vinna hjá þessu fyrirtæki því miður. Já, ég er ekki sammála því. Minn uppáhalds útvarpsmaður er Rikki G. Öðru sæti er Yngvi Eysteins. Já. Þriðja sæti er Heiðar Austmann. Já, þetta er alltaf FM. Breki Frígor í 4. sæti. Já, þetta er topplisti, já. Og Sverri Bergmann er að þvílegt að klífa upp eftir að hann sló í gegn í morgunhættu. Já, þannig að hann getur dottið í 5. hjá þér. Já, hann er að fara, hann nálgast á og er á upplið. En Andri, er hann ekkert á top 10? Nei, því miður. Nei, ok, við ræðum það kannski við hann hér ættir. Já, ég ætla að henda honum í eitthvað smá á flipblika við með flottulega keppnina á sínum stað, sturlaðar staðrendir og annað fasti liðir svona á 5. dögum. Svo verður farið við séð og heyrt. Já, þú ert með nýjasta heftið af því í tímariti. Ég kalla þetta A New Copy. A New Copy, komið í hús. Þeir sem að þú líka ensku slettir, þeir verða bara að halda fyrir eyru núna. En það er komið A New Copy af séð og heyrt. Og það gleður þig? Já, það gleður mig alltaf þegar séð og heyrt er komið í hús. Ég viðurkenna það alveg. Og Ívar Guðmundsson stendur á tímamótum. Já. Og er flottur hérna á síðunni. Á lausu, kallinn. Já, en beautyð við hana er að hann skilur sáttur. Já, það er líka ég held að það er ekki hægt að skilja ósáttu við Ævar Gött Mönns. Nei. Má ég spyrja það persónulega spurningar? Kottu með hann. Hún er kannski ópersónuleg. Nei, það er, veistu það, ég hef oft sagt það. Hún fjallar skilnað. Skildu fóreldrarnir sáttir? Nei. Það er ekki líka erfitt að skilja sáttir. Já, en það þið texta ef þú ert ótrúlegur og Ívar Guðmunds. En svo bara svo vitaði Hjörvar, það er ekkert sem þú mátt ekki spyrja mér þessum þætti. Ég fel ekkert fyrir hlustendum. Nei, ég er ánægður með það. Það er þú ert maður að meiri fyrir vikið. En veistu hvað ég er búin að gera sérstaklega fyrir þig? Nei. Það er 5. dagur og ég vil hafa Hjöppa minn í stöði. Hjálpa þetta til. Þetta lag er sérstaklega spilað hér fyrir makka minn Hjörvar Hafliðason, hann er mikill aðdáandi. Og veistu hver eru með þetta lag? Já, það er allavega Sean Paul. Sean Paul, rétt þér. Og hann, eitthvað heitir hann, Asher. Nei, Arash.
Arash. Ég veit ekki alveg hver það er. Það sé Tyrki. Já, þetta er tyrknæst nafn. Góða punktur í þér. Arash. Fínasta lag hann á Við erum með ferð. slúður. Já, það er komið að slúðri. Hér í FM. Ég verð að byrja þetta. Ætlar þú að byrja þetta? Í byggum. Já, við vorum að ræða hann hérna. Nú er ansi flottur, bara eitthvað í grillinu og bara svona vera að fylgjast með honum dagstæðlega. Erum við sem sagt í Séð og Hirt núna, erum við að fá að sjá hann á nýja heimilinu sínu að svona sína? Já, bara í Timberlandskónum, bara léttulegur og kátur. Vel gert, er hann að hendi þvóttavél þarna einhvers staðar? Nei, hann er að grilla, Ok. hann fá sér morgunverð og segir það mikilvægasta máltíðina. Já, sem er rétt hjá Svo er hann. hann búinn að henda í töskuna á leiðin í ræktina. Vel gert. Mynda því þegar hann hendi í töskuna? Nei, hann er bara heldur í töskuna, bara Já, á ok, leiðinni, bara í tilbúin. ræktina. Skilji. Svo er ein mynd af hann svona með grillspaða, bara, ég er bara með spaða, ég er að fara að grilla. Já, það er bara að vera að sína hann eigin létt með að grilla. Svo er ein mynd þess að hann að flippa með, hann er að hendi í þvóttavélina hérna. Auðvitað, annað er komið óvart. Það er eiginlega alltaf. Hann er að hendi í þvóttavélina. Hann er með reynda vel skipulagt þvóttahús, svona mikið af körfum. Þetta er það sem ég þarf að fara að gera. Fá mér hillur fyrir ofan. Ég er nákvæmlega sama hér. Já. Nennir að setja upp hillur hjá mér hérna helgina. Hvernig hann spáðum helgina? Það er erfitt með að löða það, ég skal koma svo snutað hendur. Nei, en svo er hann bara að fá sér vasklas hérna og hann hérna viðurkennir reyndar eitt sem er stæðlega frábært. Hvað viðurkennir Ívar? Hann er pínu nammigrísinn við beinið. Ívar Guðmunds? Já. Eru þið ekki öll? Já, ég held. Eru þið ekki öll hér þar? Jú, hann er hérna eitthvað... Hann er flottur þarna kallinn. Nei, hann er ekki komið kærustu en er maður ekki alltaf að skoða þegar maður er á lausu, segir Ívar á léttunótum að lókum. Þetta er sko á léttunótum, þetta er rámdi lína hjá honum. En maður er ekki alltaf að skoða ef maður er á lausu. Já, þetta segir hann. Þetta er bara eins og vinur okkar sagði við okkur í fluguluninu sinni, hvað hétt hann aftur? Hann var single og ready to mingle. Já, hvað hétt sá höfðingi aftur? Hann hétt Raj. Raj, já. Bjó í New York. Já, hérna, Tælendingur sem býr í New York, einn af mínu bestu vinnum í dag. Já, við hjörfum árum frá fljóð til New York og það var einn maður sem ég var svo heppinn eða óheppinn að setja með okkur í flugulunni. Hann hétt Raj og, já, hann lenti flugdólgur. Herðu, svo kall greiðan hérna Erpur vinnur okkar, Erpur Eyvindarsson. Hann er hérna í opnu. Já, opnu viðtali. Opnu viðtali. En hann fær ekki einu svona forsíðu tilvísun. Nú. Þú veist, hann opnu viðtal. Já, meina hann er ekkert á forsíðunni? Nei. Nei, ok. Það er ekki allt í lagi. Hei, Hjörvar, verður til að vera í opnu viðtali? Já, en þetta verður samt bara falengst að ræðastæðlega. Er það ekki að vera eitthvað svona loksins opnar hann sig? Og mynda manni að horfi við sjóin? Já, það er gott eða þú ert á alveg opna en ég held að hann sé bara eitthvað að ræða rottvælu hundarna hann. Já, hann er samt alveg að gal opna sig sko. Já, ánæði með hann, það er alltaf gott. Ég er með smá slúður frá útlöndum ef þú vilt. Já, komið með gott slúður. Jennifer Aniston, hún er að fara að leika núna í... Jennifer Aniston sem var í Friends? Já, vinkona. Ok, hún með geðveitt hár. Já, hún er með frábært ár og hún er 44 ára gömul í dag að þetta ári og er að fara að leika strippara í nýri bíómynd. Hún var svona að opna sig í viðtali að... Hún er svo geðveitt flippuð, það er rosalegt. Ja, hún er alltaf að rembast þegar hún flippuð, hún er ekki svona aðdagstærlega. Þú veist, ef hún fengi að ráða, þá væri hún bara heima og slaka á með 3 börn og bara væri svona... En hún er alltaf að rembast við að vera... Er hún eitthvað flippuð þó hún sé að fara að leika strippara? Er þetta ekki bara eitthvað hlutverk sem hún tók að sér? Hún er alltaf að reyna að vera eitthvað sko, henni langar að vera cool eins og Angelina Jolie sko. Nei sko, Jennifer, ef þú allar í þann slag, Jennifer allarleið. Ég er í Team Jolie. Já, ég er í Team Aniston sko. Hvernig getur við í Team Jolie? Bara, af því að ég hef meiri trú á henni. Hjónabandsspillirinn? Hjónabandsspillirinn? Já, þau voru happy go lucky hérna, Jennifer Aniston og Brad Pitt. Já, ég veit fuglasöngur og þetta var bara mérst þetta viðbjóður á sínum tíma. Já, en ég meina, þú veist, ef þú væri bara Brad Pitt, hvort myndur þú vilja vera með Jennifer? Ég er svona, ég vil góðastelpu, ég væri með Jennifer. Já, ég er líka, en ég er bara... Angelina Jolie, hún var bara með gift, Billy Bob Thornton að skiptast á blóði og eitthvað svona viðbjóður, svo allt í henni var hún orðin einhver engill að fljúa til Afríku, dreftum ekki. Hún er að þykjast vera góð, þegar hún er það ekki. Munurinn á Jennifer Aniston, hún er góð og vill vera pínu bad girl. En þú talandi um að vera bad girl, ertu búin að vinna eitthvað í þinni bad boy image? Nei, þú hjálpaði mér bara einu sinni, ég reyndi að nýta mér eitthvað, ég byrjar að, þú veist, ég var aðeins ríða á kjaft og svona. Ég fann að hrækja mér einn geri. Hvað er það að gera? Það veit ég ekki, skiptir þér ekki að þið? Skiptir einhverju máli? Bara hrækja eða svona þegar ég búið með kókumaskýra núna, þá hendi henni bara svona á öruna. Já, bara ekkert rusliða neitt. Reitland, bad boy image. Fagurland, fokkit, sprengja hann á jörðinni.
En varst þú með eitthvað meira slúður? Ég svo sem, þú ert að bjarga með pínum með síðu og hértana því að það eiginlega ekki slúðurbakki í gangi þetta núna. Þetta er allt leiðilegt. Nei, hérna Kesha sem leiðilegasta söngkona í heimi. Já, öll lögin er eins. Já, alveg það. I'm not gonna drink red. I'm not gonna Já, þetta er svo ömuleg lög núna. Ömuleg söngkona. Hún drakk sitt eigið hland. Já, nice. Í raunveruleika þættinum sínum. Fylíku fengur sem að svo pía Kylie Minogue líka 44. Það virðist vera svona eins og í dag að þessar heitustu séu að verða 44 og heitustu fólarnir séu að verða 33. Já, það er svolítið Er það ekki eitthvað svoleiðis núna í dag? Já, þegar þú segir það, sko. Já, en annars er lítið í, sko, eins og allir vita þá Linda P. og Glúmur Baldvins, þau eru að deyta. Það er framan á síðu og heyrt. Eina sem sló mig með það, eigum við öll að vita hver Glúmur er? Já, hann var fréttamaður á stöð 2. Hann náttúrulega held ég, er þetta ekki sonur Jón Baldvins Hannibalssonar? Nú, er það þannig? Svo maður sem var bjarga okkur inn í Ég kveikti ekki strax en ég kannast við hann á myndinni. Já, Linda Pétursdóttir fannst mér alltaf einn glæsilegasta kona landsins hérna þegar ég var yngri. Var og er? Já, er ennþá glæsileg. Alveg stór glæsileg kona. Hún er frá Húsavík. Já. Eins og mikið af mjög fallegu fólki. Það kemur gott fólk á norðan. Já, það er sérstaklega þar að norðan. Bara Norðurlandur. Og hún var eins og með strák í hverfinu mínu. Manni í hverjunu mínu. Hvað maður var það? Eyþór Guðjónsson, maðurinn sem var að léka í Hostel. Goddammit Gump. Og mér fannst það alltaf bara geðveikt að Ungfrú Heimur væri bara alltaf skottast í hverjunu mínu. Já, það er líka bara mjög töff. Meðan þú varst í einhverju ógeðslu húsi á Sauðárkróki. Það var ekkert ógeðslegt þetta, ég var í Jöklatúnum. Þá var bara Ungfrú Heimur að rúlla í brektunni heima á mér. Maður bara svona... Það var nú bara Eiki hljómborðsleikarinn hjá Geirmundi Valdís, bjóð nú bara beint á móti mér, þannig að það var nú ekkert verra hjá mér, sko. Þú veist, bara Linda P. var bara, þú veist, þegar ég var að labba í skólan, þá var hún á leiðin í bílinni eitthvað. Já, Eiki hljómborð, bara dætt inn á mér. Only the hottest chick in town. Já, bara einn besti hljómborðsleikar í heim. Ég var með Linda P. fyrir frá mig. Herru, svo eru frægir að fjölga sér. Það er nú kannski svona, sem í kastljósinu, Elma Lísa og svo Helga Arnar, í Íslandi í dag. Já. Svo sem með Pretty Boy. Það er alltaf gerast. Já, og svo ljúflingurinn, Guðlaugur Viktor. Hún har safnað einhverju 4 milljónum fyrir barnaspítala hringsins, eða ekki? Jó, 4,2. 4,2. Blöðan og veisleistörði þar. Já, frábælega gert hjá honum og frábælega gert hjá þér. Sýnum hversu mikið toppmaður þú ert. Við ætlum að fara hér í auglýsingar og svo fáum við Andra, Frey og fasta liði. FM 957 og Túborg leitað stjórnanda til að sjá viðtöl fyrir Túborg TV á öllum helstu tónleikarhátíðum landsins í sumar. Ef þú telur þig vera réttan aðila fyrir Túborg TV, sendu þá myndband af sjálfu þér á Facebook síðu Grænaklubbsins. Aldurstakmark er 20 ára. Athugið, við munum velja 2 aðila sem fá að spreyta sig á fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu, því þá færi ég líklega aldrei út rúsi. Hlöllabátar ávanabindandi unaður. Gerðu það gott með mætilbónum í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Krappís Ingifjöröl kynnir lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni leið og salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Það styttist í föstudag og við vitum öll hvað það þýðir. Eurojackpot, föstudagur til fjár.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, gera allt sem að stúlkanaka vil gera með henni getið. Annars þið búin að missa hann eins og Bruno Mars. Grenjuskjóðan hérna. Your baby dancing with another man núna, Hjöppi, hvernig er það? Það eru allar dansandi við ykkur allar að gæða þetta, sko. Það ekki bara hlutin af þessu. Það er ekkert að grenja. Það er ekkert að grenja því. Ég vil ekki 2 fyrir 1 einhverstað núna eftir vinnu. Einn daginn faraður og dansa við einhvern annan. Það er bara svona. Við erum ekki að grenja við því, það er 50 dagar og við erum að vinna á FM, strákarnir, þannig að við erum ekki yfir neina kvarta. En ég er búinn að vera með núna í vikunni. Það styttist hér í Andrafrið, hann er rétt og kominn, mikill humoristi þar á ferð, en áður en að hann mætir hér, Hjöppi. Og manstu þegar að ég spurði ykkur einu sinni eða mætti djamma með hverjum sem er í heiminum. Ok. Og þá svöruðu við því að það er komið nýtt sem er svipað, nema nú ertu ekki að fara á neitt skrall. Nei, ég nenni heldur ekki þetta í það. Nei, en þú mátt velja ykkur 3 manneskjur í heiminum til þess að hitta. Og bara hvaða manneskjur sem er. Héðinn Gilsson. Nei, hérna, ok. Nei. Já, sko, reynda var Steindi Junior með skelvilegt svör, sko. Hann var með bara, Wesley Snipes og eitthvað svona rugl. En Pétur Jóhann, hann er nú aðeins ólíkari okkur. Hann vildi hitta þá sem að sjá Top Gear. Jeremy Clarkson og þá, félag. Hann er mikill bílamaður. Mega þessi menn sem ég er að vera að hitta, eða konur, má vera dáið. Það er þetta góð spurning, sko. Ef það mættir að dáið, þá hefði ég náttúrulega alltaf valið Jackson og Kurt Cobain. Jú, ég skal leifa það. Þá ætla ég að byrja að fá þetta Jesú. Þetta Jesú, já. Já, ég vilja kynnast honum. Veit hvernig náðum þetta var? Sjá hvort þú getur treyst honum og trúað á hann. Já, ég veit ekki treyst og trúað á hann. Ég bara vilja spurja hann út í þessi svik. Svik Júdasar. Vita hvernig náðum þetta er. Þú veist, vill hann fara á hjólabretti eða er hann, þú veist... Ég held hann ekki að fara á hjólabretti. Já, vill hann fara í partí eða... Hvernig náðum gerir Jesú? Það er alltaf léttur hann að redda víni. Já, og bara kannski aðeins að fá að honga með honum. Já, ok, þannig að það er samt... Já, ok, ég verði að lifa þetta. Jesú er fyrsti. Já, Jesú væri svona fyrsti. Ég var líka til því að þetta virkar svo afslappar og skemmtilega gæði með svona sítt hár, skegg. Er ekki flestir, þekkir einhvern kallmann með sítt hár sem er nójaðar á því? Er ekki allir sem eru með sítt hár svona freka kæruleysir og þægilegir? Já, þess vegna held ég að Jesú hafa verið ekki toppmaður. Þess vegna hef ég alltaf verið mjög harður Jesúmaður. Já, ok. Mikill stuðningsmaður hans. Já, ég er mikill stuðningsmaður hans. Nú, ef ég fengi að hitta ykkur og fá að ræða við hann og svona, þú veist... Það er sem ég er að tala um. Já, bara svona út frá bara svona forvitni. Já. Þá er það náttúrulega versta illmenni sögunar. Ég væri til að hitta Adolf Hitler. Ok, það eru allir dauðir sem vilt hitta. Ég ætla að breyta leiknum, það má ekki vera dáinn. Má hann ekki vera dáinn? Ok, ég hefði viljað hitta hann. Já. Ok. Einhverju sem er á lífi sem langar að hitta. Já. Tommy Lee. Tommy Lee Jones? Nei, Tommy Lee. Trommari. Mötlíkur, já. Magni er nú ekki bara hitt hann er farið með hann til Vegas og... Já, ég var bara að segja, ég hef lesið bókina Tommy Lee og ef eitthvað af þessu satt, það er náttúrulega eitthvað af þessu lígi. Já. En með allt sem að gæinn hefur lent í og svona, þessi gæi hefur sko... Hann hefur lifað lífinu? Já, hann hefur átt virki... En heldur hann sé hamingjusamur í dag, Tommy Lee? Mér er ekkert, bara vonandi, ekkert velti fyrir mér. Er þið drullu saman kannski? Kannski ekki drullu sama, en ég hef alltaf haldið svolítið upp á Tommy Lee. Já, það er... Ég var að fjölfalda Vaff og S-myndir með honum í gamla dag og... Rukkaði reynd rauðan fyrir það? Rukkaði reynd alltaf veit rauðan fyrir það, þú ætlaði að fá fjölfaldaða myndir. Varst þú svo eini sem átti 2 vídeotæki á þessum tíma? Já. Pamilu vídeo og þetta inn? Já, reyndi og það voru bæði 2 hausa longplay-vídeó. Já, ok, glæsilegt. En ég var aldrei með longplay. Það fór geðið til töðunum. Ég fekk stundum lánaða Jordan-myndir og ég var ekki með longplay. Ég var alltaf með longplay. Það er einhver úlingar núna sem bara, longplay, býtu, hvað er þið fræðið? En ég er mikill longplay-maður. Ok. Ég myndi vilja hitta Frans Beckenbauer. Já. Sem er svona þýskur eðal hrókagikkur. Já. Gríðalegu sigurveri. Hann var fótboltamaður. Vann allt sem hægt var að vinna. Keisarinn, ef hann ekki kallað. Der Kaiser. Já. Fór til Bandaríkjanna og til New York og svona innleiddi fótboltan þar og ákvaði að vera þjálfari Þýskalands í fótbolta, var heimsmeistar leið. Allt sem þessi gæi snertir verður á gulli. Já. Hann skilur mjög reglulega við konur, hann skiptir reglulega. Ok. Svona bara, þú veist, fyrir hún verður ekkert svakalegt vandamál. Hann er, þú veist,
fyrir okkur náttúrulega tilfinningaverurnar eins og okkur tvo, þá þetta gríðast vandamál, en fyrir Frans Beckenbauer er þetta ekkert vesinn. Nei. Hann mætir einhvern nýjan spjallótt og þá komin einhvern ný með honum. Já. Þannig og þetta er svona, hann er hausinn bak við FC Bayern. Já, sem er nú flottasta íþróttafélag í heimi. Herðu, ég væri ekki til í að hitta, hvern væri ég til í að hitta? Ég væri til að hitta Bill Gates. Bill Gates, þannig er þetta komið með Bill Gates fyrir eina svari sem að ég myndi svona, eini sem kemist á top 10 á mér, af þínum. Já, ég væri alveg til í að hitta Bill Gates. Ég held að hann sé, svona, hann er náttúrulega gríðarlega klár. Já, þó að væri ekki líka bara til að betla hans í hún, sko. Það er algjör lúði, en þú veist, hvernig varð hann svona, þú veist, öflugur, þú veist, bara einhver lúði sem verður moldríkur. Hann er gáðar, hann er okkur ljóst. Gerir góða hluti. Já. Herðu, og svo kannski slæðst að lögun. Ok, þannig ertu komin í 5, en ok. Viltu að hitta svo mjög marga? Já, þess er erfitt að velja 3. Ég vil langar að hitta Angelu Merkel líka, ég held að hún sé mjög merkileg. Já. Þannig að það er svo mikið af fólki. Hverju varst þú með? Ég var með, ég er eiginlega ekki búin að segja mína, sko. Nei. Men Obama er ofalega. Ég engar á að hitta hann. Nei, ég var alveg til að ræða við hann bara daginn á veginn, sko. Já, ég misti það ekki spennandi. LeBron James, ég verði fyrir til að spila á hann. Já, Jordan var mjög ofalega mér, Beckham. Já, hvað ætlar að ræða við Jordan? Til að hitta Rihanna. Jordan, hvað ætlar að ræða við Jordan? Hvernig hann klæði þessu núgustlega? Hefur sér hvernig hann klæði þessu dagstæðlega? Já, þetta er bara best íþróttamaður allra tíma. Ég verði alveg til að hitta hann og spjalla hans við hann. Já, ég er ekki samlega. En þetta er svona... Ég til dæmis hefði engan áhuga að hitta Beckenbauer. Ég var ekki að rakka það niður í það, sko. Jú. Nei, ég bara lefði þér að... Þú ert líka svo umburðalindur og nettur ná ekki. Leik hér á FM 957. Máðlífandi, þetta gefur mann í 5. túborgýrin. Er ekki frá því. En, já, það er sólinn, herri, já. Það er mikið sól og gott veður úti. Nei, það er ekki, það er búið rigning bara viðbjöður. Já, reynda við ekki hérna. Hvernig kemur sumarið? Sumarið, það var í gær. Já, smá sumarið í gær. Ég var góð til í gær, maður. Já, samt kaldur vindur. Ég er samt að lendi í smá vandræðum. Og vandamáli er að ég get aldrei leitað til þín til að berga það í. Það er ekkert vandamál sem getur ekki leitað til mín með. Jú, það er fullt af þeim. Þetta með spiluð uppþóttavel, þá ringi ég ekki blöðmanninn. Það er reyndar, við ekki ná. Ekkert eitthvað svona heimilis eða eitthvað. Og það er nefnilega kemur að því, sko. Ég þú veist að minn uppáhaldsmatur er snúður. Þú elskar snúð? Ég elskar snúð. Ég elskar allt sem er mjög fytandi og ógeðslegt. Já. Og ég var á þannig diet í mörg ár. Þú ert nú búin að taka þér 8 kíló? Ég er búin að taka miklu meira það. Ó, sorry. Ok. Ég held að þú ert búin að henda á eitthvað smá vöðum. Já, rollur, ekki byssusýning. Nei, nákvæmlega. Sko, málið það að ég var farin að klæða mig, farin að kaupa mig föt eins og ég ætlaði að vera 105 kíló að læfi, eða 10 kíló. Já. Fór bara í búður og mig á skýt saman, bara í mitti 36 eða eitthvað líka, sko. Bara, það er ekki þægilegt. Jó, þetta er drullu þægilegt. Bara leit vel út. Já. Núna er þetta hins vegar þannig að ég er að vera svona eins og bara eitthvað gaulill eða eitthvað. Ég er alltaf að hýsja allt upp um mig. Já, ok. Já, það eru fötin orðin alltaf stóraði? Já, þú veist, mittið. Það er alltaf að fylgja því og tekur það 12-15 kíló. Já, og tók hérna og þrengja skyrtur og svona, sko. Já. En þú veist, vandamáli er að ég held að, þú veist, þrengja skyrtur, þrengja buxur og svona, já, það er 300 kall buxurnar eða eitthvað svona, sko. Ég held bara að það væri bara er bara hent í sömvelna og komið. Akkur kemur ekki bara með þetta heim? Já, það er nefnilega nákvæmlega máli. Ég get ekki beðið þig að stytta buxur. Þú átt ekki sömaður. Hvað er bara með þetta heim upp? Ég er með að segja það, sko. Og þú veist, þetta er allt, sko, já, stytta buxurnar, já, þrengja, já, ok, það er 5 og 5. Og það er freka bara að kaupa sér ný föt, sko. Já. Þú veist, ég held að þetta væri, þú veist, ég ætla að fara að láta því að maður er búin að sanka sér alveg fárán og magna á skyrtum og svona. Já. Það var að láta en nú er ég spáður með partí á lögðan. Mér vantar 20 manna partítjald, geti ekki fengið eina skyrtum. Er það ekki það? Getur verið með svona bútasaum af gömlum skyrtum af mér. Nei, ég þarf að fara með þetta eitthvað í þrengingu, en þetta er aðeins, ég held einhvern veginn að þessi markaður væri svona, ég held að þetta væri. Það er reyndar, sko, ekki það, ég hef ekki verið að láta að stytta með föt, en það er þáttja pirrandi þegar það er eitthvað sem þú þarft að gera og svo þú ert búin að setja, þú ert ekkert búin að negla neitt verði í haustum maður, en þið líður bara einhvern veginn svona, já, ok, þetta var ekkert mál, ég fyrir með þetta og þetta, og svo færðu allt í hennu bara í andliti, herri, já, þetta er 40. En veistu ekki, þetta, ok, já, herri, hérna, maður sem ekki á umíkjum, bara, já, hérna. Sko málið það að ég veit félag minn sem var á bifvélaverki og hann er ennþá bifvélaverki. Hann nýtti sér að stundum að því að hann var gott að fá sér glas helgar og svona. Stundum með að það gera bíl hjá einhverjum kannski konum eða strákum sem að vissu ekkert bíla.
þá sagði hann alltaf að hann hefði gert miklu meira við bílinn. Já, ok, bætti bara á það. Bætti eitthvað á, já, og svo skipti alternatúrin aftan, hann var sprunginn og svo vinstri demparinn á hliðinni, hann var bara farinn og eftir nýjan. Já, hvað er mikið? Heyrðu, þetta 80 en þetta 60 skatt svart. Já, heyrðu, ég 20 skatt svart, já. Bara reif upp seðlun og hann bara, hann kannski gerði ekki neitt. Þannig að maður segja að þessi vinnuðins svikarhafur. Hann bæði svikur undan skatti og lígur að fólki. Þvílíkur félag. Þetta bara einn af þessum strákum á kópóinum. Þú lærir þetta ekki út á landið. Nei, það bara heiðalegt fólk. You need to get tough to survive. In the city. Já, ég efsta hellar og engi allar á stöðum. Og sko málið það, alla saumakonur landsins, þær getur tekið mig svona í þurrt. Já, það bara, það þær myndu eitthvað bara, ég myndi bara, já, ok, hvað kostar að gera við þetta? Já, þetta var orðið það illa farið að, þetta 8.000. Já, bara býða, en það samt, þegar kemur eins og að mér, það með allt. En svo þetta kaupa nýja íbúð, það þetta að ljúga með þetta, svo náttúrulega innandúrs skatturinn, já, hvað það? Það 34, það þetta að ljúga öll aðmanni þegar maður að fara í eitthvað svona sem maður ekki hundsvita á. Já, varstu búin að borga undirskriftar lántökugjaldið? Það svoleiðis. Nei, það 1,2%. Já, hvað það mikið? 700.000. Já, anskotin. Okkur sagði mér ekki frá því, ok. Þannig að þetta óþólandi. Ég held samt að svona konur sem að stytta skyrtur og minka fyrir jakkaföld, það segja ekki að reyna að ljúga eitthvað. Nei, ég að segja að þær ekki að ljúga, en ég var að segja að þær gætu gert. Það gætu það? Af því að ég sauma retard. Já. En samt þegar máttu velja milli þess að vera í hannyrðum eða smíðum, þá valdi ég hannyrðir, af því að það var minni læti og það var þetta slaka eins meira á þar. Það foreldrar mínir, þeir grétum hver jól þegar ég kom með eitthvað á smíðum handaði með jólagjöf. Bara eitthvað smurborð og eitthvað bara, þetta var ekki hægt. En við ætlum að fara hér í auglýsingar og svo hann mættur hér, Andri Freyr, hann þetta í spjall hjá okkur. Smá auglýsingar fyrst. Kristall Plus 957 og Kristall Plus. Ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni leið og salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Finnst koktelakvöld á Borg Restaurant. Borg Restaurant fær til liðs við sig koktelasérfræðinginn Pekka Pellinen frá Finnlandi sem mun galdra fram frábæra veigar fyrir gesti kvöldsins. Skemmtunin byrja klukkan 22 og eru allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. GAP kynir stórmyndina Fast and Furious 6. We're not dealing with cops. We're drug dealers. Komdu og skoðaðu úrvalið af Mongos alvöru hjólum hjá okkur í GAP og þú átt góðan möguleika á að fá miða á myndina. Einfaldara gerist það ekki. New and improved. Fast and Furious 6. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt. Agent.is í samstarfi við Tuborg og N1 kynna Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental og eitt stæðsta plötusnúð heims, Nicky Romero á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa á stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Renta tent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma og fyrirhöfn. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahrinsun hjá efnaleginu Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí.
Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Hér á FM 95 Blö, á FM 957 þennan 50 daginn og við Hjörvar erum konum með góðan gest sem einmitt góður vinnu þáttarins, var hjá okkur sveppa fyrir ekki svo, löngu síðan, hann heitir Andri Freyr, verður velkominn. Nei, nú bankar hann strax byrjað með eitthvað flug. Það er gestur, ég að styðja ykkur. Þetta banka út yfir á hörðuna? Eru ekki léttir á því? Já, við erum alltaf léttir ljúfur kátir hér. Voru menn að fá sér? Nei, ég hættur. Og spjölluðu bara, ég hættur. Hvernig ertu þennan 50 daginn, Andri? Okkar légur. Það ekki. Það hellingur að vera hjá þér í kvöld. Nei. Já, svona, það þú veist, frumsýning. Já. Ertu svona típa, hendur í frumsýningapartí? Nei, ég gera það fyrst, sko. Já. Það var bara... Þú ert ekki eins og ég og Hjöppi Party Boys, við finnum okkur allar ástæði til að henda í gott partí. Já, til að búa til partí. Já. Þetta ekki meina bara heima að bjóða okkur góða vinnur sem ekki sjónvarp og sína þeim. Nei, það bara, þú veist, að vera með þetta á einhverjum stað eða... Nei, það er ekki... Fyrst með, þá var ég með fría pölsuður og... Já. Í Bíóparadís. Já, en það er ekkert svoleiðis í kvöld? Nei, á maður ekki bara að gera það einu sinni. Ég veit það, nei, maður á að fagna hverju season. Já, fagna hverju season, maður. Ekki season 3? Season, nei, þetta er 4. Season 4. Af Andri, sko... Þetta er svolítið flókið, þetta er annað season af Andralandi. Já. En fjóruða allt í allt með Andri og Flandri. Já, nákvæmlega. Hvað er besta dæmið? Er þetta besta sem er að byrja með? Já, ekki, hann var ekki að segja maður ekki alltaf eins og tónleitmennir, ég ætla að blata með. Já, skemmtilegt. Hvort þannig að þú ert meira fyrir landið en Flandrið? Þú ert meira fyrir landið en Flandrið, ef út í það farið. Andra landið. Já, maður er alltaf heima á sér. Já, nákvæmlega. En segð mér eitt hérna, núna ertu hvað, að fara að taka Reykjavík, ekki? Jú. Og hvað, ertu að taka svona sérstakt fólk í Reykjavík og nærsveitir? Já, ég fer alveg upp í Hafnarfjörð, alveg farið þangað. Já, það var alveg budget í það. Já, það var óttum leið framhjá, þannig að ok. Það var stopp, herri, gerum þetta átt. Herri, hvaða típur eru þetta sem við veitum að fara að Þetta er alls konar. Ég kynni mér í mér störf, til dæmis. Ok. Eins og ég fer á fótaaðgerðarstofu og fæ að vera með þar í dag og gera fótunum á fólki. Það er mjög einkennilegt starf. Fyrsta þetta núna fer ég á Hringrás og fer ég kynni mér tango-kennslu, fer ég svona single, það fyrir þig Auðun. Single tango-klúbur sem að makalaust fólk mætir og dansa tango á Kringlunni. Það er bara ágætis hugmynd. Mjög fallið. Kynni mér kristilega tónlistamenn, stelpur í dauðarökki, múslim á Íslandi, skeggvöxt, kvenna og fleira. Það er öll flóran bara. Allir bakkinn. Já, líst til að. Og byrjar á RÚV í kvöld. Já. Ég tek fyrir fitnessmót í kvöld. Ok. Það er svolítið skemmtileg senna. Þú varst ekki að keppa, eða? Nei, ég bara fylgjast með. Fengum að elda hjón alveg frá 6 morgunin til 10 kvöldið. Já, var þetta lífstíl sem að heillaði þig? Hlynur og Kristín þetta. Já. Þekkir þetta fólk? Ég veit það ekki. Indislega fólk. Þetta kom óvart. Ég einhvern veginn vissi ekki alveg hvað það var að fara út í og hvernig þetta allt saman var. Gæti þú hendur í fitness heldur? Þú ert ekki alveg svona fitness-típan? Nei, þetta er svo mikla ræfingar og átök sem fólk fyrir þetta. Hefur þú verið á styrum? Nei. Ekkert nýlega eða bara aldrei á æfinni? Aldrei bara á styrum. Þú talar svona eins og það sé skrítið? Það er mjög sérstætt, því að maður er haldið þegar hann er það þykkur. Já. Stikkið eins og mann kæði. Ég er að grínast. Er þetta ekki bara að lögreglum á ekki? Já, þegið. Já, en þannig að þetta byrjar í kvöld. En hvað er annars að frétta? Þú dórið 33 ára? Jú. Já, til hamingju með daginn. Var það ekki bara síðustu viku? Það var núna á þriðjudaginn. Já, núna á þriðjudaginn, já. Dirty 3. Dirty. Ég get ekki vera. Í staðan fyrir 33, þetta var mjög gott. Ég notaði þetta oft. Þetta var æðislegt. Og það var einhver skemmtileg tilvílun sem átti sér staðið það ekki, með þenni Gunnudí sem að... Já, þetta var nú engin tilvílun, sko. Blöðum var nú búin að blása þetta svolítið upp, sko. Hún var sett í keisara
á sama dag ég eitt amali. Já, ok, þannig að það var ekkert eitthvað óvænt. Nei, drottinn kom ekki nálægt þessu. Nei, ég skil. Það var bara vísindi sem að... Já, ok. Já, drottinn hafði ekkert með það að gera. Drottinn hafði ekkert með það. Þannig að þið eigið sama afmælisdag? Já. Ég og nýbakaði drengur. Já, og fær hann þá nafnið Andri eða? Var það eitthvað regla? Rólegur. Nei, ég trúi ekki. En saknar þess ekki gömlu góðu dagana þegar við vorum á sikkuðu stöðu? Ég var á Kiss FM og þú varst á Radio X. Ef að daga, ég get verið allan dag á það. Það var rosalegu tími. Hann og Búi Bent sem voru að það hinum megin. Hver var með þér þá? Ég og Gunnar vorum ekki sko. Málið að það sko, Doddi litli var 8 ára mónduna, en Doddi litli var svona gaur sem alltaf hringja sinn veikan. Þegar nefndi ekki að mæti vinnuna. Þannig að það þurfti alltaf einhver að bakka hann upp. Hafliða svona fengið til að bakka hann upp. Varstu bakkaði? Já, ég var svona stundum datt inn að því að ég var með agli á laugadögum, með glerharðan þátt. Já, en með hverjum varstu þá varstu að koma inn fyrir... Bara þá var ég partíhetjan. Já, ok. Með partíir á mótnana. Já, þú varst ekki með Party Hands. Party Hands, hann byrjaði við... Það var Gunnadís og Party Hands. Party Hands, já. Já, voru saman með það. Þau voru með þátt síðan morgunkossin og hann byrjaði alltaf Give all my kisses for me. Það er snilt. Það er snilt að þáttur. En það er ein spurning hér í lokin áður, fáum lag og svo ætla ég reyndar að henda þér í símarhekk eins og alltaf þegar þú kemur hér. Ok, skemmtilegt. Já, það er bara eitthvað sem færði ekkert ráði. Ef þú ættir að alast upp með einhverjum dýrum, Andri, bara hvaða dýrum sem er í heiminum, ég er búinn að spyrja alla strákana sem eru með mér í þættinum, með hvaða dýrum myndir þú vilja alast upp? Það er náttúrulega yfir 100 mann sem er lent í þessu. Takk fyrir það, Hjörður, takk. Með hvaða dýri? Já, dýrum. Dýrum? Já, það var semst að þú yrðir bara í þeirra hjörð, fattar þú, ef út í það farið. Kettlingum. Ég er að stríða ykkur. Ég er að hrýna. Það væri nú eitthvað að alast upp bara með kettlingum. Hvaða dýr eru fyrir valinu? Ég veit það ekki. Nei, frábært svar það, ég þarf ekki bara að fara í lag. Jú, Já, en við ætlum að... Grínast þetta með kerlingana? Nei, láta flaka. Já, láta flaka. Kettingar. Já, glæsilegt. Kynir stórmyndina Fast and Furious 6. We're not dealing with cops, we're drug dealers. Komdu og skoðaðu úrvalið af Mongos alvöru hjólum hjá okkur í GAP og þú átt góðan möguleika á að fá miða á myndina. Einfaldara gerist það ekki. New and improved. Fast and Furious 6. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Óskaplega er það eitthvað dásamlega milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatarhinsun hjá efnalöginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða þér fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land.
Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eruð að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er Auðun Blöndal og Andri Freyr sem erum hér. Hjörpi stökk aðeins fram í kaffi enda ekki alveg sami flipparinn og því strákarnir. Það er ekkert útvaldi á hann. Ég er að stríða þér. Það er komið að því að grilla og þú ætlar að grilla þessi mannskapni núna, þegar Andri? Ertu komið inn á teinir? Já, ég líti á því að það sé nú bara svona marshmallow. Þetta er gaman að þessu, elskar gott grill. Eru menn ekki mellow annars? Jó. Hún var ekki Karla frá Mars? Konur frá Venus? Já, held ég. Mellow. Þetta er æði og ég heyri þú dóttir í gýrin. Já, ég heldur betur. Ég ætla að henda núna í dagskáli hérna, Andri, sem að heitir Leggja orð í munn. Þetta er eitthvað sem við Pétur Jóhann förum stundum í á miðvikudum, en höfum ekki gert núna í smá tíma, þannig að það er alveg við að hæfa að henda þér í þetta. Hérna er ég búinn að skrifa 3 setningar sem að þú ert að koma inn í símtalið sem ég er að ringja. Ert að vera að senda mér í annað símat, Auðun. Ein línan er, á hverju ertu drengur? Já. Ein línan er, ég hef alltaf verið svo lítill í mér. Og ein línan er, voðalega svitna ég. Já. Þannig að þú ert að koma þessu öllu inn í símtalið og ég er að fara að ringja núna, hérna er vélasalan. Það er bara Mercury utanborðsmótorar, þannig að þú mátt alveg tala eins og sért, þú veist, hvernig er þið með mótora? Já. Þú ert að koma þessu öll inn í. Ok. Og það er mjög gaman þegar þú færði allt í hún, hvað segir þú? Já, ég skil. Þetta kemur bara out of the blue stundum. Aftan af fólki. Já. Nákvæmlega, Þetta er í rauninni símat. Já, þetta er bull bara. Já. Svona, við erum að grilla. Grillsíson er byrjað. Snarkið í mannskapnum. Snarkið í mannskapnum, sko, á skaldrið. Þú ert ruglað. Þá ringi ég. Á hverju ertu drengur? Hvað er þetta, véla? Þetta er vélasalan. Er ég að fara að kaupa eitthvað ákveðið það? Bara, það sem að þetta er hug, bara vélasalan. Þeir eru með svona mótor og það. Vélasalan tekník. Herra, byrja aðeins. Ég er að tósa mótorinn í gang, ég er að stríða þér. Nei, ég verð nú bara alltaf svona lítill í mér þegar ég ringi í svona verslanir sem að ég ætla nefnilega að kanna með mótora á svona utanborðsmótor á 10 tonna kvikindi. Á hvað? 10 tonna kvikindi. Hvað kann það? Já, það svitna ég. En þú? Svitnaru? Svitna ég? Nei, ég er alveg sallar rólegur yfir söllu saman. Ekki? Á hverju ert þú þá, drengur? Ég skil ekkert í því. Þú skilur ekkert í því? Nei. En það spyr ég á hverju ertu? Það er svo mörg. Ég er að grilla í þér. Já, fínt. Áttu grillmótora? Nei, þú voru að selja þetta. Hvað segir á 10 tonna kvikindi? Það verðið. Á mótor? Já. Hann er eitthvað svo... Ég er farinn, veistu þér. 484.000. Á hverju ertu, drengur? Ég var að segja það svo mikið, maður. Get ekkert verið að telja það upp í síma. Nei, en það bara, voðalega svitna ég. Ætlaði sé ekki. Já. Þetta er verðið á 10. 4 mils. 4 mils. Nei, 484. Já, ok, það er nú bara náskifins. Jæja. 10 hérna hestafla mótor. En hvernig er það, sko, ég hef alltaf verið svolítið lítill í mér. Já, ég líka. Á stórum bátum. Já. Hvað gerum við þá? Í sambandi við? Ég segi nú bara eins og Bubbi Mortens. Hallgrímur Pétursson. Hvað gerum við nú? Það er góð spurning. Sjáumst! Ég er farinn. Hvað segirðu? Ég er farinn. Er það ok? Nei, nú vantar mér nýja mótor. Ég er að stríða grillsísonið byrjað. Já. Snarkið í mannskap. Og hvað er svo? Vantar í 40 hestaflum kannski bara líka? Nó hestaflum hér. Hvað segirðu?
Jæja, takk fyrir mig. Ekki máli. Kysstu mig. Við heilsa. Kysstu mig. Nei. Kysstu mig. Nei. Kysstu Nei. mig. Nei. 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 Steiktasta símtal sem ég hef heyrt á ævi minni. Hann greinilega vanur því í fyrsta lagi, þá hann að fá svona símtöl, held ég. Já, allir svona menn sem Eru menn sem að kaupa mótorna? Mótormenn? Já. Hvað heitir það? Eru þeir bara, hann bara, já, hvað, en ertu að leita að þessum mótor? Þeir eru voða mikið svona, nei, jú. Já, þegi, ok, ég tek hann hér. Þetta er eiginlega í síðast skipti sem ég kem eitthvað til þér og það er yfirleitt í kemminga og það sendur eitthvað svona símarugl og þetta er í annað skipti á æfuminni sem ég gera svona símarugl. Það er bara regla að grilla hans í mannskapni, sérstaklega þú ert ég mikill grillar og þú ert. En gangið vel með seríun í kvöld. Já, takk fyrir það. Við munum horfa og alltaf gaman að fá þig, Andri. Takk, vinnur, þetta er klokkan 8 í kvöld, 5:08, andra Þetta er ekki besta lagi á stöðunni í dag. Rudimental Waiting All Night hér á 5. degi, 23. mæ. Lang besta lagið á stöðunni er þetta með Sean Paul. She Makes Me Go. Já. Það er svona smekkur manna misja. Og samt ekki, sko. Við erum ekki með það misja. Jú, við erum með reyndar mjög... Já, við erum ólíkir. En samt svo líkir. Talandi flott lög, þá er flottulega keppnin hér á eftir. Styttist í hana, við þökkum Andra aftur kjallaði fyrir komuna. Alltaf gaman að fá Andra hingað í heimsókn og ég ætla að kíkja þáttina þessi kvöld klukkan 8 á RÚV. Ekki ég. Andraland, nei. Ég er að fara í party. Nei, og ég er að fara hérna á Valbjarnarvöll. Það er hérna góðu drengur úr sveitinni. Ég er að fara á Þróttur Reykjavík Tindastól. Já. Og ég er náttúrulega annað en þú, þá mæti ég að horfa á Tindastól líka þegar illa gengur. Það gengur ekkert illa núna. Já, við erum með 2 stig, 2 leiki. Já, það er bara ekkert að því. Já, þú náttúrulega miðar alltaf við gamla góðu dagana bara á Tindastól, þar sem bara hvert stig var hátíð. Já, ég meina hvert stig í fyrstu eldurinn gott. Það er planið, stoltur þeim. Og aldrei, við kíkja bara á völlið með þér. Nei. Jú, en það er eins og það er komið hér að sturluðum staðreyndum. Og þær eru 10 eins og alltaf höfbi. Ertu til í nokkra klikkaðar eða? Já, ég er alveg vel til í einhverjar gjössanlega sturlaðar. Nei, það ekki, til í smá bull. Já. Þá ætla ég að henda hér í fyrstu. Og það tekur 21 dag að byrja með kæk. 21 dag? Já, semst að þú byrjar að gera eitthvað núna og gerir það reglulega, það tekur 21 daga bara að þannig að verði þannig að þú fattir ekki að setja að gera. Já, það getur verið. Ég byrjar að reyna að braki í hálsinum á með endalist nú. Það kækur ég þér. Hefur þú verið með eitthvað kæk? Nei, ég raun og verið ekki, held ég ekki. Já, ég hef verið með 2 í gegnum tíðina sem voru svona, þá er ég að tala um alvöru kæki sem var eiginlega bara óþægilegt að því að sáu allir bara alltaf. Okay. Annar kækurinn dó þegar ég misti hárið. Ég var með kækum að ég var alltaf að laga svona toppinn á mér. Ég var alltaf ít á höndun svona báðum á toppinn. Vildur þú hafa hann beina niður eða? Já, það var ekki eins og það var bara orðin kæku, bara snerta hérna á toppinn svona og aðeins svona aftan á og gera svona. Svo var hinn kækurinn, hann er ennþá en hann er aðeins fann að halda um í skæfum. Aldrei sem ég gera þetta hérna, tekið svona puttana fyrir hérna yfir augabrúninnar. Og ég sé ekki þetta. Já, fyrir niður kinnarnar og hérna niður. Þetta ger ég mjög reglulega. Var ég gerði stundur svona? Lamdi svona í maga? Gerðu þú? Berði í maga með þér? Bara svona. Þetta er skelfur. Bara hérna berði í maga. Já. Svo er það ég næsta. Það eru meir en 3 milljónir lækja í Kanada, meira en í öllum öðrum löndum heims til samans. Hver fekk 3 milljónir likes? Nettur. En þannig að þetta er enda, það er ekkert að ræða þetta. Það er mikið að lækjum í Kanada. Þannig að ef þið eru leikfans þá bara kikið þangað. Svo kemur hér næsta. Þú getur haldið áfram að kjósa í raunveruleika þáttum í tölvunniðinni með því að breyta tímabelti í tölvunni. Wow. Ert þú að búa til lélu og sturluðu staðreyndir bara forever? Þetta var reyndar... Er þetta ekki það sem allir voru að gera þegar Magnificent var í... Jú, þess vegna tók ég þetta með til að geta rætt það. En þetta var inn á síðunni, sturluðu staðreind. Já, ok. Og eru það við Íslendingar kannski sem að fundum þetta upp? Nei, ég var það nú. Varst þú byrjar að kjósa að hafa í tíma þegar Magni var að keppa? Nei, ég var ekki að kjósa. Ég var eitthvað bara í einhvern veginn öðrum hlutum á þessum tímum í mínu lífi. Hvað, varst þú góð til að kjósa það? Já, ég var eiginlega góð til að kjósa. Til að það best mann, ég kaus. Já, ég reyndi að reyði mikill Magnificent maðurinn. Já, hann frábær. En ég var ekki kjósa. Þetta var ekki góð sturlu staðreind samt að því að vissu þetta allur í Íslandi. Já, þetta var ekki gott sko, þú eru átt betra. Já, ég er bara búið með 3 rólegur. 7 eftir. Fólk er ráð fyrir því að þú sért fúll út í það ef þú hljóðlátur í kringu þau. Já. Og þetta tók ég líka til að ræða því að það er svolítið til í þessu.
En maður ekki talandi á fullu, sérstaklega eru bara tveir. Ég hef tekið eftir, ef ég ekki bara samkjaftandi kringum fólk, þá bara hvað er eitthvað vesen eða? Nei, alls ekki. En sko, nefnum sért eitthvað í símanum á fullu og eitthvað svona. Já, strax betra að vera í símanum. Já, en þú veist eitthvað að byrja, hvað gerði ég núna? Já, bara hvað okkur er svona fúll? Já, en þú bara stundur bara að leifa svo fokkin fílubúkum bara verið í fílu. Bara verðt í fílu aumingi. Það var samt ekki að vera sér fílu þó séu hérna... Jú. Þó þið tala ekki, sko. Jú. Ef kærastæðin talar ekki við þig. Já. Þeir eru bara... Já, þá eru mættilega pirruð út í. Þá eru bara pirruð. Og þetta er vopn sem það eiga, sem heitir silent treatment. Já, en þetta sem er eitrað vopn. Ég veit, en þetta er samt alveg vopn sem að ég hef tekið, sko. Þá veit ég það. Hefur þú aldrei snúið sókn í, hérna... Vörð í sókn og notað silent treatment? Já. Nei, ég get ekki notað silent treatment. Það hefur svo, það er aðstæðilegt að segja frá að segja hljóðdörfinn. Það hefur gæst nokkru sjálfur, sko. Ef ég hef nú átt svona 2 kærustur í meir en ár, skilurum. Svona í gegnum tíðina. Og ef að ég tala alveg mikið, og ég er mjög hress heima höfð mig, sko. Þannig að ef ég var að fá silent treatment, þá fór nú rosalega töðan á mér. Og ég bara, hvað segir ekki neitt? Hvað á ég að segja? Nei, nákvæmlega, ok. Það er bara svona. Og þá snýri ég alltaf við og ég bara hélt kjafti og þá var orðið svo þvingað og óþægilegt bara andrúmsloft í íbúðinni og það bara, býtu hvað, þykist þú núna verið á full? Þá svona einhvern veginn nærður sér tilbaka, sko. Þá hefði ég átt að mæta með dúkanhýft til í skera í lofti, sko. Var þetta það? Árið það námavagna? Ja, þetta er stundum minn. Getur skrítið maður sér. Hér kemur næsta. Aðeins 8% af þeim pening sem er í umferð núna í heiminum er actually til. Restin er rafræn bara. Já. Þannig að bara 8% af öllum þessum upphæðum er til í pening. Áhverju er ekki bara þannig? Ég fór að hugsa, með öllum þessum... Ég er með svolítið leiðilegt það því ég vil meina cash is king. Já, en líka bara með, þú veist, hvað heitir þetta, sem kreppum sem að vera dætt inn og svona. Áhverju er ekki bara allir peningur sem er í umferð til? Þannig að þú getur ekki tapað einhverjum 100 milljörðum þegar þú áttir það ekki. Hvað, viltu láta bara prenta þetta allt út, það? Nei, ég vil bara, þú veist... Er eitthvað raun og verið, er þetta bara pappíshagnaður eða er þetta... Nú ertu farin að tala eins og 90 eitthvað ára gaman, sko. Ég vil bara, þetta sé eins og þetta var í gamla dag. Ef peningur í banka, þá er hann þar. Já, í cash. Já, í cash. Já, bara í seðlum. Eina sem ég hef alltaf kunnað, eitt af mörgu sem ég kann að meta í farið bandaríkjamanna er að þeir borga alltaf cash. Já, cash is king, hann. Já, ég er virkilega ánað með þessa cash-menningu þar. Það er engin með kort, það er allir með cash. Já, allir með pening. Svo kemur þér, geisp tekur 6 sekundur. Þetta var leikilega. Nei, þetta er nákvæmlega, ég geispaði á hann og ég taldi það var nákvæmlega 6 sekundur. Og þetta er bara sturlu staðrind. Stundum er það nú lengur. Nei, geisp er bara 6 sekundur. Ég held þú vitir það ekki, Hjöpið, en nú er ég að segja þér að geispið er alltaf blámt. Hugsa á þetta. Þú ert að læra þetta. Sérðu hvað, þetta eru uppleið núna. Já, viðurkenna. Svo það eru, 4 eftir. Það er bíl stólið á 30 sekundar fresti í Bandaríkjunum. Ok, mannstu það að bílnum með hjá syni Elinar Hist var stólið daginn. Já, fannst hann það? Hann fannst, já, hann fannst. Ok. Það finnast yfirleitt þessi bílar, sko, nema hún sér búin að sést það öflugur að vera klár með nýja númeraplötu og sprauta bíl. Já, en ég held að sé ekkert algengt á Íslandi að sé vera að stela bílum og tjoppa á niður og senda út úr landi, sko. Nei, en ég hef gert það. Já. Það var enda, þú varst í tómitjónu. Já, það var í tómitjónu, sko. Svo flest SMS frá einni mannesku á mánuði, 182.689. Ég var að ringi hann, það. Það er ekki hægt, hann er að senda. Byrju, er hann ekki, nei, hann er rættinn núna. Þetta er náttúrulega bara, já, er þetta Egil Einarsson? Heldur þetta að sé hann? Það er þetta þægilegt fyrir Egil núna, það er komið svona... Hann getur sendt Snapchat, hann getur skrifað á Facebook, hann þarf ekki að senda mörg SMS sem hann gerði. Það er rétt. Það var í 90% tilfellega í gamla daga að þú heyrði á símaníðunum, þá stóð kills og eitthvað SMS. Hann er mjög öflugur í SMS. Hann líka var svo hraðasti á tökkunum sem til var. Ég hef viljað sjá hann keppi í einhverju keppni. Hann hefði átt að keppa á Blackberry-in sinn. Þar var hann rosalur. Já, líka bara á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, það er kerfi. Gríðarlegan hraða. Og allir takka þennan svona eittir að því að múin að nota þetta svo mikið, sko. Það var líka maður verið í Snake og svona þá. Það eru 2 eftir, það eru fleiri konur með tattoo í dag en karlar. Hæ? Jepp, sturlu starrend. Hvað það var ekki samt þægilegt þegar það voru bara bad boys með tattoo? Bara bad boys og sjóarar? Já, þú veissir að þetta væri einhver alveg bad boy. Þú veist, í dag, það getur bara verið með einhvern sissi gaur og hann er bara allir helt tattooðar. Já, hann er ekkert að fá sér akkir á upphandleikin, sko. Nei, en þú veist, einhverja bara út allt, sko. Já. Veist, þetta var, núna eiga bad boys, þetta ekki
sjálfur. Já, en reyndar svona alvöru bad boys, þeir eru byrjar að sko slífa báða handleggi og baki á sér og svona. Já, líka einhverjir bara gæjar sem að baka vöflum með mömmu sinni, sko. Bara sissy boys. Já. Af því að við bad boys, núna eigum við ekkert svona okkar dæmi. En byrju, ef þú ert að bad boy, af hverju þú þá ekki með húðflúr? Af því að allir sissíðarnir, þegar ég var búinn að panta með tíma, þá voru alltaf einhver, Beckham var til þess að allir þessi gæjar fóru að fengja á sér. Já. Ég var að fara að fá með restaurant Dreka hérna allstaður upp. Já, ég var búinn að sjá hann, það var ógeðslega flottur. Síðasta styrlaðarstaðurinn dagsins, rauðhærðir eru með hærri sársaukaþröskuld en aðrir. Já, ég held að þessi rétt rauðhærðir eru alveg harðar en annað fólk. Já, það eru að tala eins og Ásgeir Kolbeins, Simma Vil. Já. Þeir eru með hærri sársaukaþröskuld en við. Bjarni Fel, Ómar Ragnarsson. Ómar Ragnarsson rauðhærður. Er hann ekki uppræðanlega rauðhærður, eða? Sonur hans Þorfinnur Ómarsson er rauðhærður. Já. Ég myndi bara giska á hann var rauðhærður, sko. Rauðhært lið er yfirleitt glerhært, það mætir miklu mótlæti. Já, sem að herðir það. Topplið. Rauðhærir? Já. Eru líka... Sköllótti mæta mótlæti. Svo er alltaf eitthvað myth rauðhærar konur. Já. Og það sé betra að sauma heldur en aðrar. Akkurat með því sem ég hef heyrt. Við viljum að fara hérna í örstuðar auglýsingar og svo er það flottulega Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Látum ekki ólíkar skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xneg.is styður þannig boðskap. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Ertu á leiðin á Keflavík Music Festival eða þjóðhátíð og leiðist að tjalda? Forsalan er hafin á rentatent.is. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni. Sena. Smálán Kretia er fljótlegasta og öruggasta leiðin. Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kretia, einföld þjónusta. Ef þú fjárfestir framtíðarinnar, taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum Vaffi B fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Your love. Já, ég sá myndbandið þetta daginn. Er þetta eitthvað par eða voru bara að leika? Nú, eru það kissast í myndbandið? Já, það eru bara svona eitthvað Need your love. Já, það er ekki bara hluti af þessu þú ert að leika í vídjói? Need your love. Já. Hefur þú átt svona on-screen romance? Ég er bara í svínasúpinni þá, eitthvað svona kostaflens. Varstu að gefa það þar eða bara að kissa? Var ég að gefa hvað, er þetta eitthvað rugglaður? Ég var bara að kissa. Það spurði ég þig. Já, ég var bara að kissa. Og sagði rétt á honum með mig að ég mætti spyrja það öllu. Þú mátt spyrja mig hverju sem er í þessum þætti. Ég leyni engu fyrir hlustendum. Já. Það er komið að flottulega-keppninni hér í FM 95 Blö. Hún er alla 50. og við erum byrjað að svona vera með þema á hverjum 50. Já. Svona þematengt. Þemað í dag er að sjálfsögðu. Þú veist að velja þema í dag? Já, það er sjálfsögðu dönsk tónlist. Já, Hjöppi vildi meina að Danir væru dröllir í öllu núna eftir að vinna Eurovision. Danir eru nýju Svíðarnir. Það er það málið. Já, þeir voru að vinna hérna sitt annan sigur í Eurovision á hvað síðust 12 árum. Já, hérna Fly on the Wings of Love að síðast ekki. Já, og svo áttu hérna lagi hérna sem vann næstu í. Hérna I'm never gonna let you down.
Didn't you let me lonely? Vann það? Það vann ekki? Það vann ekki, sko. Nei, ok, það var skemmtilegt. Já, skemmtilegt, ég var brjálaður, það var það ekki. Já, alveg rétt, brjálaður. Sko, brjálaður. ég verði að viðkynna, þegar þú sagði við mig fyrir í dag, ég spurði hvað ég var að hafa þema, en þú stakst upp á dönsku þema. Það var pínu erfitt um að finna eitthvað mjög gott lag, en svo fann ég Ég fann fullt af þeim. Já. Ég allavega, svo þegar ég fattaði að þessi hljómsveit er frá Danmörku, þá var þetta ekki vesen fyrir mig. Já, ég fer alltaf til Danmörku á sumrin og það oft, er gauðra sem heitir Nick and Jay. Þeir eiga alltaf einhvern solid hittara. Ert þú að fara að hendi í Nick and Jay, eða? Ég er ekki að fara að henda í Nick and Jay. Já, ok. Ég ákvaða að hendi í einu sem að minni mig á árið sem ég fekk bílprófið. Ok, þannig að þú bara kynntu inn, þú byrjaði bara. Já, ég byrjaði núna aftur. Byrjaði þú síðast? Já. Já, ég vann þig síðast. Þannig að ég lefa þér að byrja. Ég skal byrja. Mitt lag tekist ekkert bílprófinu mínu, þetta er nú aðeins seinna, menn ætli ég ekki verið svona 21 ástar eftir að slá í gegn. Þetta er lag sem að mér finnst hrikalega flott. Það flott að við báðum Sverri Bergmann að taka í föstudagslögunum hérna fyrir ekki svo löngu síðan og þessi hljómsveit erfist dönsk heitir Sabia og lagið er The Second You Sleep og það finnst mér hrikalega flott lag. You close your eyes. Frá Danmörku og heita Sabia. Það er nú ekki sérstaklega danst við þetta. Lagið The Second You Sleep. En byrju, lagið átti ekki að vera dansku, þetta er ekki bara danski flytt. Jú. Erst þú með danslaga? Ég var með danslaga en ég ákvað að hætta við. Nú, akkur? Já, ég er bara því að tel mig vera með sigurstranglega lag heldur en það. Þú vilt vinna? Ég vil alltaf vinna, veist hvernig ég er. Þetta er svona ekta lag, Blur, Reiður og Hyundai Coupe. Og myndi hækka núna? Ég held að Sverri Bergmann syngdi þetta lag. Það væri söngvari. Á sínum tíma? Það voru svona margir sem heldur að Sverri Bergmann væri að syngja þetta. Ég gaf mér þetta lag bara þegar ég var, þekkti Sveppa náttúrulega ekki neitt á, eins og ég kalla hann. Svessa? Ég kalla hann Sveppa. Ok. Ég verðist að lagja í þessum. Já, ég held að alltaf þetta lag væri með Sverri Bergmann. Já, það heldur það náttúrulega margir. Og það er ekkert rúslega langt síðan ég fatt að það var ekki mánu með. Þetta var ágætt slaghæður. Já, þetta var bara mjög gott lag. Eitt af mínum uppáhalds. Ég ætlaði að bjóða upp á lagi Tæta på himlen með Búran G sem er svona, hann er væntanlega kurdi eða íraki eða eitthvað svona. Þeir eru allir, sem að þýðir ég kemst nær himni ábyggilega. Já. En er hann frá Danmörku eða? Já, hann syngur á dansku, já, hann er danskur og hann er bera ofan allan tíman í myndbandinu, hún er að pottitt sé þetta myndband. Já, ok. En ég ákvað skipti yfir í vinsalasta danska lag allra tíma sem er svona hið danska Take On Me, eins og Take On Me er fyrir Noreg. Já. Þetta er hljómsveit sem sló í gegn árið 1997 held ég og heitir Aqua. Oj. Ertu í alveg að fara að setja það í staðinn? Ertu að fara að setja Barbie Girl? Lagið er Barbie Girl. Þetta er eitthvað ruggla á hvernig þetta ekki frekar hitt maður. Þetta er eitt versta lag sem ég hef heyrst. Hvernig dettuð þetta í hug maður? Hegiðu bara. Ég líti að vinna. Hegiðu. Þetta er núna alveg reynskilni Hjörvar. Ekkert djók, lónust, ekkert að grínast, ekki að reyna að fyndin. Finnst þér þetta gott lag? Bjöfi, finnst þér þetta ógeðslega gott lag? Góðu taktur í slega á. Er þetta lag sem myndi setja á heimahöður og vera einn eins og ég myndi setja á Sabia? Já, ef ég væri að leiða einhvern góðan gýr. Einn heimahöður? Já, búin í sturtu og býð eitt Corona eftir í nýskap. Touch, you can play. Og þú myndi að setja þetta á? Já, ég myndi alveg að gera það. Ok. Svo var ég að taka ég sé að þú ert að minna það. Svo var ég að taka nokkur arbegur núna, komur aðeins í gýrin. Þá er það, þetta var lagið hans Jöppa hér í flottuhlagkeppninni. Ég á ekki til orð því þetta er með verri lögum sem ég heirt. Ég var með Sabia, The Second You Sleep og þetta er ykkar höndum kæru hlustendur. Þessi konan sem syngur þetta lag, hún Leni, hún var svona eina af þessum fyrstu konum svona til að vera með risastórt tattoo sem að sló í gegn. Já, ég vissi ekki eins og að Aqua var í dönsk hljómsveit. Það er margt sem þú veist ekki í þessu lífi en það er samt eitt sem að þú hefði fyrir þér í þessu því að Leni er ekki alveg dönsk hún er held ég frá Noregi en bandið er danskt. Hvort er það Sabia eða Aqua hjá þér? Ég verð að gefa Aqua þetta. Nei, í alvörunni? Já. En ekki þetta I stay to watch you. Þetta bæði góð lög. Danir eru góður að búa til tónlist þetta kallaði fram skemmtilega minningar. Ójá, ég bara myndi allan textan af það, ótrúlega þetta. Já, það er alveg ótrúlega sem skildi munna hennan texta. I can talk, I can play. En allavega, takk fyrir að ringja. Takk, elskan. Ok, það er 1-0 fyrir, Barbie Girl. Trúi ekki 511-0957. Við skulum fá hér næsta hlustanda FM. Góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag.
Herru, Hjörvar, eins mikill meistar og nú ert. Þá hefur átt að taka búrangi. Já, þekkirðu búran kvikindið? Ég bjó í Danmörku. Já. Og hlusta mikið á þessa dansku tónlist. Já, Nick and Jay eru mínu menn, sko. Búran G og Nick and Jay. En það skiptir ekki öllum máli. Þú lítur að taka Seipja þá fram með Aqua. Ég verð að gefa auðvitað þetta. Hanna þekki ég þig. Seipja er með klassalag. Já, þetta er stórkostlegt lag. Ég ránaði með. Það er útmannlegur. Takk fyrir að hringja. Ok, 1-1. Hanna, hvað hitti þér hefði? Valdi vittlust rann. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hver fær þitt atkvæðum? Ég verð að segja eiginlega, Öddi. Söngvari var hörmulegur. Hæ? Söngvarinn hjá þér, Öddi, var hörmulegur bara. Ég er sammála því. Ég verð að gefa Hjöpa þetta stig, sko. Þakkaði fyrir þetta. Það var ekkert ég sem var að syngja. Þakkaði fyrir þetta, þú miklu meistari. Halda áfram að standa þig vel í lífinu og í skólanum. Já, en ég var ekki að syngja. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segirðu gott? Bara fín. Eða ekki, hvað verður að brasa? Ég er bara rónd að segja okkur ekki. Þarna, það er alvöru. Á gróknum. Já. Ertu á Skagfirðingabrautinni? Hvað segirðu? Ertu á Skagfirðingabrautinni? Nei, ég var á hann, ég er út að höfn núna. Glæsilegt. Hver fær þitt atkvæð? Ég myndi alltaf að vera Hjörvar. Hvernig get ég... Get ég ekki treyst á krókin? Ekki lengur, ekki. En hei, hættið að peppa hann strákina. Hann peppar ekkert krókin á móti, sko. Jú, ég var þar helgina. Hei. Já, Öddi. Já. Varst ekki á krók helgina? Já. Og getur ekki rétt sem hann var að vera í partí? Já, ég kekti í partí. Varst ekki að vinna 17 ára þar? Það er rólegu félagi. Það er undir mitt. Stríðnishundarnir. Alveg rólegur. Þeir eru nettir, léttir, ljúfur og kátir. En gaman að heyri þér. Skilaðu kveðju. Ok, það er 3-1. Gaman að heyri sveitavinnum okkar. Þeir eru góðir. FM? Já, það er FM. FM? Það er klárlega Hjöppi. Hvað er að gerast hérna? Hvernig getur Aqua verið? Hvað varstu gamall 97? Hvað var ég gamall? Já, fættur það, sko. Ok. Ekki fættur? Nei, ekki fættur, en ég meina að þú þarft ekki að vera fættur þá til að finnast á gott lag. Þetta er náttúrulega, sko, maður smellir þessu fónu alltaf. Nei, í alvörunni? Allan daginn. Hvar býrðu? Ég býr í Breiðholtinu. Það er toppstaður, ég elska Breiðholtið. Það er eini staðurinn í Reykjavík sem ég geti hugsað mér að búa á. Það er Breiðholtið. Fílíkur toppstaður. En jæja, ég verð að taka þess að 4-1, takk fyrir að ringja. Ok, þá er það, já, vonandi ekki síðasti, vonandi ég fá stig hér. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Herru, ég ætla að segja Aqua. Aqua, nei, takk fyrir þetta, elskan. Hvað er að gera? Ertu safnaður Barbie sjálf? Nei, ég átti úðalega lítið. Ok, þá er ekki verið svo auðvitað að áttina einn svona Barbie-dúkkur og verið að greiða þeim á kvöldin? Nei, ég fekk það bara lánaður, sko. Já. Hvaða Barbie-dúkkur átti ég? Bara þú ert mikill aumingi öðru átt. Nei, herri, já, þannig að hérna, takk kærlega fyrir þetta og varstu ekki sátt við Sigurd Anna í Eurovision? Jú. Kaustu þá? Nei, ég bara kaus ekki neitt. Hvað, ertu að spara? Ég tekja vilt ekki þátt í þessu. Þannig, ég horfi bara eða ekki í atkvæði. Ok, ég kaus rúmenska lagið. Við erum að vera að hlusta á þetta rétt á eftir. Já, en ég er svo smenn. Takk kærlega fyrir þetta. Já. Ok, bye. Hjörvar er sigurveri í þessari keppni. Ég trúi þess ekki að fólk sé að fíla Aqua Girl meira. Jú, þetta er skemmtilegt lag. Þetta er skemmtilegt lag. En hittaði líka. Já. Hvenær ætlaðu að spila rúmenska lagið fyrir mig? Við tekum á rúmenska lagið hér á eftir. Það hættir aldrei að vera fyndið. Hvað segir þið? Það hættir aldrei að vera fyndið. Nei, herru, ég fekk ekki eins og sko Aqua frá Sauðárkróki. Fekk bara eitthvað kjafta á mig úr eitthvað partí. Ég og Sessi kíktum hann í eitthvað eftir partí. Ég meina að gera kíkja eftir partí ef maður kíkir á landsbyggðina. Hvað heldur þú? Lokar allir 3. Við ætlum að fara hér í stuðskilabóð. Ert þú hugmyndasmiður? FM 957 leitar að nafni á nýja morgunþáttin sem farin í lofti. Komdu inn á fm957.is og deildu með okkur þinni hugmynd. Sigurvegarinn í keppninni verður leystur út með splunkunýjum iPad mini frá eSímanum. Komdu inn á fm957.is með þína hugmynd og hlustaðu síðan á Sverri Bergmann og Óla Jóels á morgnana milli 7 og 10 á FM 957. iPhone, iPad, iMac, MacBook og allt annað sem Apple-unandinn þarf. eSíminn, Skibolti 21, sími 534 1400.
sjálfkynir stórmyndina Fast and Furious 6. We're not dealing with cops, we're drug dealers. Vin Diesel, Paul Walker og Dwayne Johnson eru mættir aftur í einni hörðustu spennumynd ársins. I need your help, Dom. I need your team. Fast and Furious 6. Take it or leave it. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Dominos og GAP. Ekki komin tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni leið og salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Öll þau ágreiningsmál sem við stöndum frammi fyrir hægt að leysa með því að sýna hvort öðru virðingu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. Agent.is í samstarfið Tuborg og N1 kynna Jason Status, Temper Trap, Royksopp ásamt einum stærsta plötusnúði heims Nicky Romero á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið á svona 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Nú mega þeir sem minna mega sín taka gleði sína. Því að megavika Dominos hafin. Allar stórar pítsur aðeins 1390 krónur, pönnupítsur aðeins 1590. Pantaði með appi, á netinu eða í síma 58 12345. Dominos. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Kuberg and Smuddy Smith Glimscutter presents a rock quiz at world famous Bar 11 tonight. Thursday, I am your faithful DJ and I will be hosting the quiz. The host for the most coast to coast. Free entrance and prizes. Be there or be square. No flares, no squares, no hippies. Já, já, já. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Hér með Feel This Moment. Hér í FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur hér til 6 í dag. Steytist í lagi á leiðinni heim. Svo einhvað sér nefnt. Já. Já. Það er bara þannig. Já, blessaðu sæll. Sællur. Þú spenda mig. Já, þú ætlar að segja mér eitthvað sögu? Ég ætla ekki að fara á 1, 2 og byrja sögu. Já. Nei, það sem ég ætlaði að fara að segja frá var skemmtilegt dæmi og fekk mig til að hugsa. Já, hvað var það? Sko, sundlaugar eru svona vinsæll svona date-staður. Að fara að stefnumót? Já, svona fólk þeir að hittast, kynnast fyrst, það var í sund. Pappið minn fyrir mikið í sund. Já, ég hef hitt pappaðinn í sundi og við tölum saman þegar við hittum í sundi. Já, ég fyrir mikið í sund. Ég hef aldrei hitt pappaðinn fyrir í sundi fyrst skipti. Já. Varstu í salalögin eða? Já. Já, hann er mikið þar. Þar voru við félagarnir. Við erum mjög ólíkir. Já, og hann er svona viðkunnulegur og skemmtilegur maður, sko. Já, toppmaður. Já, með krullur og þykkt hár líka. Já, líka mamma henn og systurinn er líka mjög viðkunnulegur og skemmtilegar. Já. Hann að þú. Ok. En mál með vextiða þannig að ég fer alltaf með strákið minn í laugarnar. Já. Situm hann í heitapottunum. Og þú veist, þetta er svona, kópavogslaugin á heitapottunum þannig að krakknin getur verið að leika svo svona. Já. Nema sko, ég er svona hálfpartinn lokar inn í svona pínulitlu ringa þarna. Og það eru þarna mjög ástfangnir úlingar beint á móti mér. Já. Og strákurinn að það myndi mig á lítinn blöð.
Ná, blöðmanni þegar hann var ekki. Þegiðu, hvað? Segja allir séu góðir í kringum við nema ég og hvað? Ertu að blanda mér inn í eitthvað svona við? Ok, nei. En hann var allavega mjög aggressífur þarna beint á móti mér. Já, því ég er svo aggressífur þegar ég er ástofangin. Já, og ég er með 5 ára gamalt barn með mig, sko. Hann er bara eitthvað að leika sér ykkur boltum og ég veit eiginlega aldrei hvert ég á að horfa, sko. Það eru þau bara í sleik hann? Já, þú veist bara, og hann er náttúrulega bara með hendurinn á sér bara allstaðar. Já. Í sundi. Og þú veist, þetta er bara klokkan 4:30 á föstudegi. Náður þau ekki bara íspinn og hallaði þér aftur, eða? Ég vissi ekki hvernig þetta vera. Ég veit samt ekki vera, að ég nefndi ekki að færa mig, sko. Já. Af því að það var ekki eins og ég var að gera eitthvað rámt þarna, sko. Nei. Þetta fekk mig til að hugsa að, er ekki komin tími á 1+18 lög? Nei, myndur þú vilja vinna í þeirri lög? Nei, bara þú veist, þannig að fólk sem vill vera laust, sko, þú veist, þau voru að eitthvað hoppandi, svo var bara, sinni mínu var alveg drullu sama og svo hoppar hann ánast þarna og ornaðu og þú veist. Já, var að hoppa í pottinn? Já, þú veist. En er þetta það, veist, ég fer endur ekki það oft í sundi, er þetta það mikið vandamál og þú þurfir að fara að stofna aðra sundlög fyrir svona sleikóða? Ég er ekki að segja það, en þetta er svona þetta passaði ekki, þetta barnvæna umhverfið þetta, sko. Nei. Af því oft eru þetta einhver úlingar að nutta hver öðrum annað, sko. Já. Og þarna var svona full mikið verið að nutta, sko. Varst þú hérna þegar þú varst í sambandi, ertu mikill sleikmaður? Nei. Ertu að hendi eitt franskan á almannafæri? Nei, það er ekki, en þú? Nei, aldrei, hvorki sem úlingur nýja fullorðin maður. Nei, en þarna var allavega, þeim var skýtsama að ég væri þarna í potinu. Og greinlega bara allir aðrir? Já, ég var eiginlega eitt þarna, sko. Já, ok. Og ég var allar tíma að horfa upp í loftið, en þetta fekk mér svona drösa, því að þú veist. Og það er þarna, þú gæst ekki þóst fyrir síman? Já, ég gæti ekki þóst fyrir síman, ég gæti ekki þóst að hafa neitt annað að gera. Nei. Og þetta fekk mér samt til að pæla í því, sko, að væri ekki gaman að væri ein sundlaug sem væri ekki fyrir börn. Þú veist, börn dóminerar alla sundlaugar. Og þú getur ekki farið í sund eða gott veður og fengið bjór eða slakað á. En ef þú ert að leita þar svolítið, það fer bara í Bláa lónið. Ég veit að þú svo bara hefur ekki efna á því, sko. Þá erum við bara að tala um að ríku ástofnum geta farið þangað, sko. Já. Ég er alltaf að hugsa um litlamannin. Þú veist hvernig ég er. Já, en hvað? En er ekki... Þú ert ekki að hugsa um litlamannin, þú ert að hugsa um graðamannin. Þú vilt búa til bara þetta, sko... Nei, ég er að hugsa um ástfangna... Ég er að tala um ástfangna hólkið. Ástfangna krakka? Upp á hvað snýst þetta líf? Nei, þú voru að senda mér. Svaraði mér hvað snýst þetta líf? Það var hamingjusamur. Að vera ástfangin. Það er það. Er það ekki? Erum við þá að gera eitthvað rangt í okkar lífi? Ég er ástfangin af lífinu. Máli er það að þetta var svo ofur kjánalegt þannig í kringum barnhafið. Já. Ég hugsaði með mér, það ásamt að vera til einhver staður, þú veist, þar sem að fólk geti farið án þess að eiga og hættu að hafa börn hangandi yfir sér og ælandi í laugin og pissandi í laugina, sko. Ská við? Já, ég skil. Ég var alltaf, ef ég væri, sko, ég er náttúrulega mjög svona unconventional, bara svo óeðlilegur sundlugastjóri. Ég væri með svona 3 potta sem börn væri ekki leyfð í. Já, en það er líka samt eitthvað svona berralegt að vera að koma í hína sundluguna, fattar við, með einhverja vinkonuðinni. Það er ég ætla að fá 2 miða. Ok. Hei, láttu mig að fá arbandi þannig að ég get ferið í pottin sem að engir með að koma í. Hleyptu mér í hjöppapottin. Já, hleyptu mér, en þú ferð það lítið í sund að þú verður ekki var við þetta. Nei. Þetta er rosalega mikið þetta. Já. Þetta sjáum við, sko, af því að ég hef ekkert að gera í fyrir sundmestrókinu, því að hann er orðið það gamall að hann náttúrulega rennir sér bara 700 ferðir. Já. Mér langar reyndar ekki út af þessari sögun, en það væri svo reyndar bara kósið að henda sér í góðan heitapott í kvöld. Langar reyndar í að fara í þetta út af þessu sögun. Svo ringi ég þig djöfisins kjafta, ég sá ekki neitt. Er það djöfisins veistlar að þetta? Nei, ég er volið sundkall. Þú ert ekki hlindur þessari +18 sundlöfminni? Nei, mér finnst hún bara skelvileg þessu hugmynd. Sem ég ógeðslega? Já, ég var alveg reynskilin. En þetta var bara hugmynd, þetta var viðskiptahugmynd? Þetta er viðskiptahugmynd. Ég er að heyra margt vont hér í lokin á þessum þætti. Við ætlum að fá hins vegar lagið á leiðinni heim. Má ég fá rúmenska lagið í Eurovision? Nei, maður. Hei, Öti. Já, við spilum það þá eftir. Það er ekki einnig kerfin og eitthvað. Við ætlum að fá lagið á leiðinni heim, þá tengist afmælisbarnið dagsins. Já, þátturinn er ekki búinn. Slakaðu. Ég mitt allt tilbúinn, hann á afmæli í dag, hann er 30 í dag og það tengist lagið á leiðinni heim. Nálgast fertugt á vel við í dag, hann er 30 í dag strákurinn og þetta er lagi á leiðinni heim með Bent Nálgast. Ég var alveg til að vera frá 30 þessu ári maður. Já, við erum 3 árum eldri strákarnir. Við heldum báðið Gucci afmæli.
30-samali, fórum alla leið með það. Já. Ég held að Bent sé með einhverja veislu sjálfur annað kvöld, en það eins og komið að lokum hér hjá okkur strákunum. FM 95 Blöð, Rikki G mættur í stúdíóið, tilbúin að taka við. Þessu harður Arnar Björnsson íþróttafréttamaður. Hann bara að hlusta okkur lögu gegnum Spotify. Ég fæði að fylgjast með á Facebook. Já, hvaða lög er hann að hlusta núna? Hann eitthvað 20th Century heitir lagið. Ok. Eitthvað svona... Is listening to 20th Century Fox on Spotify. 20th Century Fox, hvað trailerinn? Ábyggilega, bara ég ránaði með hann. Já, bara, ok. Þú veist, þetta gæði sem tekur bara tæknina og er með. Eða þetta Arnar Björns með Spotify. En ég vil þakka þér fyrir daginn, Heppi. Já, þú er búin að vera léttur, ljúfur og kátur í dag. Alltaf léttur, ljúfur og kátur. Andri Freyr, þökkum honum líka að kjalla fyrir komina. Það er gaman að fá hann. Takk ég vel á móti Rikka, hann er miðvikudag til 8 í kvöld, svo er íslenski listinn. 2 harðir verða mættir hér á morgun klukkan 5 og það verður glerharður þáttur sem fyrr. Ég var að fá SMS, það er gæi hérna sem vil fara að opna þessu sundlög með mér. Já, ok. Svona partysundlög. En ertu klár með rúmenska Júrósson-lagið? Er það ólíkir það? Já, ég er tilbúin hérna með... Þetta er bara fjárfestir hérna út í bæ. Það sagði, besta hugmynd sem ég heyrt, pluss 18 lög, vinnum í þessu eftir helgi, kveðja, XXXX, maður sem þekki. Já, ég bara fæ hrollan byrja og enda þetta rúmenska laginu. Já, Rikki G, þú lækkar breiðið þú vilt. Það kjalla fyrir hlustunum í dag. Þetta er finnasta lag sem hefur verið gert. Við heyrumst á morgun, kæru hlustundur. Takk fyrir daginn, Heppi. Takk. Útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Spennan magnast, því milljónirnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Lífið er yndislegt. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Kæru Íslendingar, Hamborgarafabrikan hefur opnað á Akureyri, á jarðhæð Hótel Kea þar sem áður var Terian. Komið svöng og fagnandi, við tökum vel á mót ykkur. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Stærsti fótboltaleikur ársins. Úrslitaleikurinn í meistaradeild Evrópu. Í beinni á Stöð 2 Sport. Þýsku stórliðin hafa lagt Evrópu að fótum sér. Núna er komið að uppgjöri á Wembley. Ómissandi fótboltakvöld. Bayern München, Borussia Dortmund. Laugardag klukkan 18:30. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellur Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.